Þessi stutta kynningarmynd Norðurá í Borgarfirði sem tekin árið 1990 sýnir aðeins örfáa af þeim það bil 100 veiðistöðum sem á þessu 20 km langa veiðisvæði frá Króksfossi niður í Kálfhil. Við skulum vona að hún gefi áhorfendunum innsýn í fegurð árinnar og umhverfisins og ýti við veiðitauginni liggur að hjarta hins sanna veiðimanns og náttúru unnenda. Bílarnir koma hér akandi í hlaðið á veiðihúsinu sem Stangaveiðifélag Reykjavíkur byggði árið 1956 og stendur á fagrum stað á Rjúpnahæð. Stangaveiðifélag Reykjavíkur hefur haft Norðurá á leigu síðastliðin 44 ár, allt frá árinu 1946. Hér sést inn í dagstofuna. Veiðimenn að slaka á eftir góða morgunveiði, skiptast á upplýsingum og segja veiðisögur. Hér fljúgum við nú upp með ánni og þetta fyrsti veiðistaðurinn sem við sjáum á þessari kynningarmynd og heitir Litlifoss. Hann rétt ofan við brúna hjá Króki. Góður veiðistaður, einkanlega þegar líður á sumarið. Og hér sjáum við Króksfoss. Erfiður veiðistaður, sérstaklega fyrir fluguveiði. Það verður að tylla sér þarna utan í bergið og helst að þverkasta á þann hátt að nota bakkastið til þess að koma flugunni vel út í strauminn, láta síðan strauminn bera fluguna niður á brotið því þar líklegasti tökustaðurinn. Sumir veiða þetta einnig frá eyrinni og kasta upp í strenginn og láta fluguna berast á þann hátt. En þetta gefur einnig góða raun að standa þarna upp á klettinum þó það sé mjög erfitt að landa fiskar. Áttur að príla niður klettin og niður á eyrina sem þarna sunnanverðu við ána. Ekki vildi laxinn fluguna í þetta skipti, svo við skulum færa okkur set. Hér sést niður ána að Ferjuhýl og fjallið Baula blasir við úr öllum áttum. Nú fljúgum við niður með ánni og hér má sjá Glitstaðabrýrnar og Rauney sem hefur sennilega orðið til við gos úr Grábrók fyrir það bil 3000 árum. Þetta litla fjall, eða þessi litli gígur Grábrók, hefur gosið allir þessu mikla hrauni sem þarna í kringum Norðurá. Hér menn að gera sig klára til veiðinnar og Halldór Nikolásson veiðivörður við Norðurá mættur á svæðið til þess að segja veiðimanninu til. Halldór fylgist vel með ferðum laxanna og hafði séð hér 2 laxa fyrr í morgun og ráðleggur okkur því eindregið að byrja hérna. Það dálítill vindur
upp ána. Það vestanátt sem nú fremur óhagstæð fyrir veiði í Norðurám. Það verið að spá í flugurnar og veiðimaður byrjar með þungri línu vegna vindsins, lína númer 10. Það dálítið stríður straumur þarna, þannig það verður að draga fluguna dálítið hratt. Hér má oft sjá marga laxa á brúnni. Þarna í baksýn lítið veiðihús sem að tilheyrir efsta svæði árinnar. Álítið erfitt með bakkastið eins og svo víða við Norðurá. Það verður að gæta þess að flugan lendi ekki í bakkanum í bakkastinu. Og hér sjáum við aftur til Baulu. Hún 934 metrar á hæð úr líparíti og litla baura þarna til hægri sem forn gígtappi. Búið að reyna 3 eða 4 flugur og það enn verið að skipta minnka eða stækka. Það vil lengja gitnið, breyta til, það það sem gefur árangur. Þó ekki alltaf. Ekki má gleyma gleraugunum, þau eru nauðsynleg við fluguveiðar. Skyldi enginn kasta flugugleraugnalaust. Þetta nú ekki með svona vindi eins og þarna Myndatökumaðurinn að reyna að sjá laxinn hér í yfirborðinu, en því miður, hann sýnir sig ekki þetta skiptið. Nú, við færum okkur hérna niður í hraunbollana, þeim eru geysilega fallegi veiðistæðir. Það eru margir bollar og mjög fallegt umhverfi. Hraunbollarnir eru rétt niður af bænum Svartagili og hér hafa verið byggðir nokkrir sumarbústaðir á bakkanum. Þetta frekar snemma sumars í júlímánuði og mjög fáir laxar gengnir upp á þetta svæði. Það mikið og fallegt blómaskrúði hér út í Hrauney og mikið fuglalíf. Man fyrir fjölda ára síðan ég var vikadrengur á Uppsölum og við heyjuðum út í Hrauney, þá var mikið á gæs þar alltaf. Jæja, veiðimaður greinilega þreyttur, enda ekki fengið neitt laxinn en þá. Nú að þá að gera hressa sig á einni kók, því það jú alveg einstök tilfinning. Nú hér erum við komnir í loftið aftur og þarna má sjá glalla, vinstri á myndinni, grjótinn og veiðileikjavörnina. Og hér blasir við Svuntan, fallegu veiðistæður. Og Þrengslin, eða Dynjandi, eins og sumir kalla þetta veiðisvæði. Það tært og fallegt vatnið í Norðurá. Við erum að lesa botninn. Og væri betra að veiðimaður sem þarna kastar á berghyl sæi botninn jafnvel og kvikmyndatökumaðurinn. Það erfitt að kasta hér á berghyl.
Það er kannski ekki erfitt að kasta á henni en það er erfitt að fá fiska til að taka hér í Bergil. Því að venjulega er logn á honum eins og núna. Blankalogn. Það skautar flugan í vassi yfirborðinu en þeir líti ekki við henni. Þið sjáuð þarna liggja 2 lómbúar. Hlið við hlið, trúlega rigna á hængur og flugan fer helst til neðarlega. En þetta sér veiðimaðurinn ekki. Hann stendur það lágt, þarna datt flugan niður, aðeins og neðarlega. Það er mikið atriði að bera fluguna rétt á borð fyrir laxinn, kasta rétt ofan við þá og láta hann að berast með straumnum til þeirra. En því miður þetta er of neðarlega kastað. Þarna eru þeir grafkyrrir og rólegir og láta ekkert trufla sig. Veiðimaður hefur fært séð ekki gekkið í Bergil og hér eru við komnir niður á Réttarhylsbrot. Veiðimaður er hér að sunnanverðu. Það er mjög lítið vatn í ánni eins og sjá má þarna á fjöruborðinu. Hér kasta veiðimaður flugunni nokkuð ofarlega og lætur hann að berast niður á brotið. Hér sést einnig niður í Kýrgrófarhylinn. Nú er veiðimaður fært sig svolítið neðar, kastar hér á strengina í svona litlu vatni, þá vill hann gjarnan liggja svolítið neðar niður í strengnum. Þarna lyfti sér einn á brotinu, blábrotinu. Flugan hafði borist vel fyrir þennan fisk en ekki leita með flugunni. Þarna er komin grenjandi rigning. Gott veiðiveður, segja menn. Og það er verið að kasta hérna á veiðileggjagörn. Eða snoppuhyl eins og sumir kalla þetta, því að kletturinn hér við veiðileggjagörnina heitir snoppa. Hér er veiðimaður kominn niður á Svunduna, niður undir Þrengsli, eða Dynjanda eins og sumir kalla þetta. Mjög skemmtilegu veiðistöður. Nú aftur eru komnir upp í loft og hér má sjá Laxfoss. Niður eftir almenningi. Og þarna blasir við veiðihúsið á miðri mynd og myrkylur framundan. Margir fallegir veiðistæðir kringum Laxfoss. Þessi veiðimaður er útlendingur og hann er með leiðsögumann með sér og þeir eru staddir við skerin. Hér eru þeir reynda komnir aðeins neðar og kasta á brotið. Brotið og Eyrin eru taldir bestu veiðistæðir í norður og gefa venjulega flesta laxa. Hér sést hluti
Nyrsti hluti Laxfoss og fyrir neðan fossinn þarna Drottningarhylur og Klingeberg hér vinstra megin við þennan klett. Hægra megin við klettið Nikulásarker. Þar safnast alltaf margir laxar fyrir því að Nikulásarkerið beint niður á laxastíganum. Hér næst okkur Konungsstrengur og Gaflhylur að sunnanverðu. Hér myndin tekin niður frá fossinum, niður á skerin, niður Konungsstrenginn og hér næst okkur þekktasti veiðistaður árinnar, Eyrin. Og hér sjáum við alla leið niður í Myrkil. Hér virðist aðdrátt á linsa vera notið til hins ítrasta því kvikmyndatökumaðurinn stendur upp við Laxfoss. Hér til hægri á myndinni má sjá mann standa á bryggjunni. Og hér ofar eru tveir menn á brotinu og það sem næst okkur Konungsstrengurinn sjálfur. Hér virðist Halldór veiðivörður vera mættur aftur til þess að segja einhverjum veiðimanninu til. Já, þetta fallegt sjónarspil. Laxfoss og baula í bakgrunn. En hér veiðimaður sett í lax greinilega og þetta mun vera efst á almenningi. Þarna dálítið erfitt að athafna sig. Mjög grýttur botn. En það faglega að öllu farið og varlega. Sko, bravo, þetta skemmtilegt. Nú hér við komnir niður á neðstu bryggju. Bryggjurnar nú eina 3, norðan verðu og neðan við almenning, beint niður á veiðihúsinu. Og hér veiðimaður greinilega sett í lax. Og nú gaman að fylgjast með. Tekur varlega á honum. Það að gera, gefa sér tíma, taka það rólega og fara að öllu með gát. En býður hann við. Hér kominn aðstoðamaður með stóran háf. Það getur verið mjög erfitt að háfa fiska þegar vatn svona lítið í norður á þessum stað. Þið sjáu hvað grunnt þarna, það rétt í ökla. Við þetta væri ég nú hræddur. Veiðimaður á helst að leiða fiskinn í háfinn og aðstoðamaður á að bíða með háfinn við bakkann. Þannig á helst að ljúka leiknum. En ekki elta fiskinn út í á með háfinn. Þetta mjög varhugavert. Já, svo og svo syndir fiskurinn á milli þeirra.
Næja, við verðum að reyna aftur. Lítil fluga, stór varhugaverð. Og greiningarnar svona miklar. Æ, hvað skeður nú? Allt laust. Því miður, hann sigraði þetta sinn. Nei, ekki þetta eldan. Leif honum bara að fara. Og veiðan kannski aftur seinni í sumar eða jafnvel næsta sumar. Það blíðskapar veður núna og gaman að kasta flugu á myrkel. Það var hér sem að ég þekkti breski veiðimaður kaptinn Aspinall fékk 33 punda lax árið 1932. Það var fjarskalega gaman að kasta á myrkilinn. Hér liggur hann oft nokkuð djúpt því að hér eru djúpar rennur og í svona litlu vatni þá er hann frekar ofarlega en í meira vatni liggur hann gjarnan niður á blábroti. Það er nú sagt að kaptinn Aspinall hafi haft bát og róið yfir að Suðurbakkanum þegar hann fékk þennan stóra. Við gefumst ekki upp, við erum búin að reyna nokkra flugur hérna og höldum áfram að reyna að koma honum til. Það var sýnt sig nokkri laxar og eitthvað hefur flugan truflað á og það var bara að halda áfram. Skipta stærðir og skipta liti og gerðir og bíðum við. Jú, tilfellið hann hefur tekið og það var blá krafla sem hann stóðst ekki. Númer 8. Hann liggur djúpt niður í gjánni. Hér er mjög grýtt og því er atrið að halda stönginu mjög hátt uppi. Og reyna að leiða hann upp úr gjánni. Nú munaði litlu að laxinn drægi veiðimanninn út í vatnið. Það hefði nú verið gaman að sjá. Það skeður stundum. Einu sinni tvisvar á sumri. Það er mjög hált þarna. Sjáu þið hvað vatnið er fallegt. Það sést hver steinn í botninu. Og þarna má sjá laxinn sem að syndir inn á milli steinana og oft faraðir hringinn í kringum þá til að reyna að losa fluguna. Já, við svona aðstæður þar sem er svona grýtt þá er betra að standa dálítið hátt, reyna að komast upp á bakkan og halda stönginni eins lóðréttri og mögulegt er. Þarna sér niður á myrkilsbrotið. Þar líka oft stórir undir Suðurlandinu. Einkanlega í miklu vatni. Nú er vatnið mjög lítið og trúlega engin fiskur þar. Þetta eru alltaf mestu hætturnar þegar komið að löndun og gríkar á fiskinum. Þá vil hann gjarnan stinga trjóninni niður í bakkan utan í steina
og reyna að nudda fluginu úr sér. Það er þess vegna sem að margir veiðimenn hafa háfinn tiltækan. En það er líka sport í því að sleppa háfnum og reyna að landa án þess að hafa nokkur hjálpartæki annað en berar hendurnar. Þetta sést niður í Myrkilsrennur og niður undir Stokkhýl. Annars eru þetta nú mikil átök, en það er greinilega vel fast í honum úr því hann ekki losnar. Og þá er að halda á stönginni vinstri hendi og reyna að ná sporðin með þeirri hægri. Og já, það heppnast. Þetta er nokkuð algengt. Þeir eru sleipir, mjög sleipir. En á land er hann kominn. Fallegur fiskur. Og þá er að hafa rotaran tiltækan. Allt er þetta atriði í veiðiskapnum. Það er ósköp leiðilegt að sjá menn hlaupa eftir grjóti og nota það til að rota laxana. Fallegasti lax, 10-11 pund og montinn veiðimaður. Þá erum við komnir aftur upp í loftið. Það er kvöldsett, langir skuggar og dálítið erfitt að átta sig á ánni. En hér erum við komin niður í Stokkhýl. Sést reyndar niður í Hverhyl, sem að sumir kalla Kvararhyl. En Hverhylur dregur nafn sitt af Árhver, sem er þarna við Suðurbakkann. Þarna á Suðurbakkanum eru ensk hjón að veiða. Koma gangandi trúlega neðan frá Kvararhyl. Þeir sér upp eftir ánni og hér er einmitt Árhverinn sem Hverhylur dregur nafn sitt af. Hérna efst í Hverhyl er mjög veiðilegt, einkanlega í litlu vatni. Og þarna koma hjón sem voru að veiða sunnanverðu við ána niður í Hræsvelg og höfðu fengið þar einn fallegan lax. Þau eru nú að fara yfir á Kláfnum efst í Stokkhýl. En veiðimaður hér fremst á myndinni er að kasta á Stokkhýlsbrotið. Ég mun að tala með betri veiðistöðum einkanlega á vorin þegar fiskur er að ganga. Stokkhýl eru mikilfenglegu veiðistaður, mjög djúpur þarna upp við kláfinn og grynkar eftir því sem neðan dregur. Og þá erum við hætt á þessu svæði og það er gengið upp frá Stokkhýl upp brattar brekkur og veiðumenn blása einkanlega ef þeir eru með einhverja byrði. En það er fallegt þarna við norður á
og mikill gróður. Já, menn svitna gjarnan á því að ganga upp þessar bröttu brekkur. En hér komið saman á bílastæðinu og menn fara að bera saman bækur sínar. Það rætt flugur, línur, stangir og allt sem tilheyrir. Hvað virkaði og hvað virkaði ekki. Það endalaust hægt að tala fluguveiði. Og þá var að skoða laxana, mæla þá og vikta. Jú, 11 pund. Ágætt stærð hérna í Norðurá. Góður í reik þessi. Og þá var komið heim í hús á miðjum degi. Og alltaf blasir baulan við. Sama hvar maður við veiðar í Norðurá. Og þetta má sjá Grábrók. Já, þeir eru ánægðir þessir. Þetta er Breti sem heitir David Fitzgerald og hefur fengið hér 3 laxa og þar af 16 pund. Og það er sannarlega ástæði til þess að ljósmynda. Að taka þetta á margar myndavélar. Jæja, og allt í einu erum við komin inn í eldhús til Lárusar kokks. Hvað skyldi vera í pottunum? Eitthvað girnilegt fyrir svanga veiðimenn. Hér sést inn í borðstofuna. Já, var það ekki? Svona tók hann, ég hélt stönginu svona og svo streikaði hann niður og stökk og svo framvegis. Og sagði hann margar veiðisögur eftir góðan morgun. Og enn erum við komnir í loftið og hér má sjá stekkin af fallega svæði.
og niður í Kálafyl. Og hér línurit sem sýnir meðalveiðina í Norðurá frá árinu 1971 til 1989 og hún 1592 laxar. Og það sem nýbúið að samþykkja þegar að þetta talað að taka netin upp úr Hvítá, veiða þar ekki í net árið 1991, það búast allir veiðimenn við mikilli aukningu. Hér sjáum við amerískan veiðimann, John Berger, kasta á breiðuna. Og hér róið yfir Hornhil. Þessi veiðistaður heitir Skeifan. Hér rennur áin í Skeifu laga boga. Mjög góður veiðistaður. Og hér Kristmann Magnússon mættur, sem einmitt eigandi, einn af eigandum Stecks. Og vinnur hans horfir á. Kristmann notar tvíhendis flugustöng. Sá nú ekki að fara í vöðlur, bara í nýja háum stígunum, en það gjör þekkir hans veiði. Hér John, vinur Kristmanns, farin að kasta. Hann lætur fluguna reka niður eftir ánni og hreyfir stangatoppinn svona upp og niður á meðan fluguna rekur niður eftir. Takið eftir þessu. Þetta sér maður veiðimenn sjaldan gera, en þekktir veiðimenn eins og Líf Úlf og aðrir slíkir kunna þessar aðferðir þarf að gera að vera nógu hugmyndaríkur í sambandi við fluguveiði. Breyta til bæði með kost, dráttinn á flugunni og svona tilfæringar eins og þessar. Hreyfa stangatoppinn upp og niður og einnig lárétt eins og John gerir núna, fram og tilbaka. Þetta gefur oft góðan árangur. Hér sést sumarhús Kristmanns við Stekk. Og hér John kominn með hann á. Hann lét nýta fyrir sig sérstaklega flugu sem hann nefnir Stekkur blá. Og laxinn stóðst ekki þá freistingu og skellti sér á hana. Hér Kristmann farin að segja honum til. Bendur honum á það hér sé svo grýtt og erfitt að landa fiski og hann skuli reyna að draga fiskinn komunum niður ána og allavega niður í Kálafyl. Þetta mjög afslappaður veiðimaður, tekur það rólega,
kann greinilega sitt fag. Því nú þarf fiskurinn bæði að strika mótstraumi og móti átaki veiðimannsins. Og þreytist þar að leiðandi miklu fyrir. Það er ekki alltaf sem hægt að leiða á svona. En sjálfsagt að gera tilraun. Þeir eru ekki með nein hjálpartæki. Hvorki háf, ífæru, né teilir. Sjáðu hvernig það fer að þessu. Heldur alltaf stíft við fiskinn og reynir að leiða hann hér niður strauminn. Og það heppnast. Nú verður helsið slagt. Þetta er hættulegt. En það heppnaðist. Hann heldur vel við hann. Þetta er skemmtilegt. Hann notar einhendis flugustöng. En hefur dregið út framlenginguna svo betra sé að þreyta laxinn. Þá er hægt að láta stangarendan hvíla á maganum. Og hér er komin inn besti löndunarstaður. Getur varla verið betri. Sandeyri. Jú, þarna sést hann. Leiknum er að verða lokið. Hann er farin að leggjast á hliðina. Það er einmitt merki það að hann sé að gefast upp. Og kemur Kristmann. Vá, örugt og gott. Takk. Enda hefur Kristmann landað trúlega nokkrum hundruðum laxa á þessu svæði. Hann er búinn að veiða þarna Kristmann frá því hann var lítill drengur með föður sínum. Og gjörþekkir allar aðstæður. Þá er að losa flögun úr honum. Það getur nú oft verið mjög erfitt svona berhentur. Já, gengur ekki. Og þá kemur Kristmann með tækið. Hann er vel tekinn þessi. Og fallegur er hann. Nýgenginn. Cirka 10 punda lax. Gjörðu svo vel. Njótið með mér. Fallegur. Og hér erum við komin aftur í Myrkil. Og þarna er veiðimaður að sunnanverðu. Þessi myndi tekið með mikilli aðdráttarleysu. Og ég sé ekki betur en að sé með laxinn á. Nú er tekið efst í strengnum. Það er rétt neðan við stóra steini sem er þarna í miðju. Já, já. Og var búið að reyna margar flugur áður en þessi lax tók. Og þegar að Portland-bragði var sett á, þá tók hann.
svarta flugu númer 8, Labrador Black. Hér eru afar erfið löndunarskilyrði. Klettaveggur fast við bakið og mjög grýtt. Sumir myndu nú segja að það verið útilokað landalagsið þarna, nema að hafa áveiða önnur hjálpartæki. En þetta er skemmtilegt. Mikil kunst að stýra laxinu þarna milli klettana. Halda stönginni hátt uppi og vera sallarólegur, engan æsing. En það reynir á taugarnar. Já, þarna er smá vik og svo lítil eyri. Mætti nú dúlega að koma hann þarna upp á þessi eyri. En hann er erfiður. Þetta er hættan, einmitt þegar hann nutta sig svona við steinana. En býttu nú við, þarna hefur hann við landað, kæla hendina eilítið. Vá, allir var þessi. 8 punda. Montinn veiðir maður með 2 laxa. Báða á Labrador Black. Nú við bregðum okkur aftur niður í stekk. Hér er John Berger að kasta í lítið ofar en áðan og ennþá dregur hann fluguna svona skemmtilega. Heldur stöngin í láréttri stöðu og dregur fluguna fram og tilbaka í strömmnum. Þetta æsir laxinn og verður til þess að hann stekkur svona fallega. Þetta er gaman. Nú er hann búinn að koma hann til. Kristmann er mættur, segir honum að teygja sig heldur lengra, kasta nær Suðurlandinu, að stóra klettinni sem þar er. Út frá honum liggja þær gjarnan. Það eru stóru steinar í botninum og neðan við þá og milli þeirra liggur hann gjarnan. Prófaðu nú aftur. Reyndur nú að kasta alveg yfir undir Suðurlandið. Já, Þetta var skemmtilegt. Takið nú eftir. Reifir fluguna svona skemmtilega. Hún leikur í vatnsyfirborðinu, það er flotlína. Þetta er laglega kastað. Og vá, falleg taka. Og hann nærri dottinn. Þetta var skemmtilegt. Þetta er hápunkturinn á því, það er takan sjálf. Ég tala nú ekki þegar búið er að egna svona vel fyrir hann og koma hann svona vel til. Þeir voru farin að sína sig þetta nokkrir. Það hlaut að enda með því að tæki fluguna. Og aftur er það þessi fallega nýtta sér hannaða fluga fyrir stekkin. Stekkur blá. Þetta er geysilega fallegu veiðistað, breiðan. Og nákvæmlega þegar hann tökust að kalla sumir veiðimenn spegilinn. Hann stekkur ekki en liggur þungt í. Þetta eru oft stóri laxar hérna, einkanlega fyrsta vor. Þá staldra þeir alltaf við hérna.
Kristmann farin að segja honum til aftur. Nú skaldu fara hérna niður eftir, reyna að leiða hann eins og fyrir laxinn. En halda alltaf stíft við hann, til alveg gert. Og síðan niður hávaðana. En það gekk ekki. Það gengur ekki alltaf. Laxinn lét sig ekki. Hann gerði sig ekkert að fara niður eftir heldur og fór hann upp eftir, síldi upp á breiðuna. Og þá var veiðimaðurinn að fylgja honum upp eftir að sjálfsögðum. Það líka gott að landa. Það nettaði öllu farið. Og Kristmann tilbúinn að aðstoða. Hann sterkur þessi. Mættir hann halda stönginni svolítið ofar. En þetta fallega gert samt. Þar talaði að hafa fallega stíl í íþróttum og sem það heitir kúluvarp eða kringlukast og eins með stangarköst. Það er mikið atriði að hafa fallega stíl, bæði í að kasta og einnig við að þreyta. Það gefur íþróttinni meira gildi. En hann lagstur og löndun og stjórinn mættur og fyrir létt með það. Fallegu lags. Það byrði 12 pund sýnist mér. Kristmann vill gera þetta allt faglega, njóta þess stund, horfa á fiskinn og John klippir á girnistauginn því það er vissara að færa upp á sem kallað er áður en næsta fluga er sett á. Skóla laxinn, vikta og mæla, taka ristu sér. Allt er þetta þáttur í veiðiskapnum og þarna bendir Kristmann á sár sem að trúlega er eftir veiðibjöllu því það greinlegt hann eru netaför og vonandi heyra þau fortíðinni til. Það eru fallegi sólstafir sem leikja hér ána og umhverfið. Við erum komnir aftur í loftið og við horfum
með söknuði til veiðihúsins og hérna kveðjum við Norðurá að þessu sinni með ljúfar minningar endast langa lengi fullir eftirvæntingar eftir næsta veiðitúr í þessa fagru á.